Sálumessa Mozarts það bil 50 mínútna langt tónverk fyrir 4 einsöngvara, kór og sinfóníuhljómsveit og ein allra þekktasta sálumessa tónbókmenntana. Verkið flutt árlega allan heim en afar sjaldan hér á landi. Jóhann Smári Sævarsson í menningarfyrirtækinu Norðurópi í Reykjanesbæ stendur fyrir atburðinum og við hittum hann á æfingu í Hljómahöll. Þetta eitt fallegasta kórverk sem skrifað hefur verið. Þetta Mozart, Sálumessa Mozart, Mozart Requiem. Hann skrifar þetta sem sagt, hann að skrifa þetta þegar hann deyr. Hann klárar ekki verkið og það klárað af öðru tónskáldi. En þetta eitt vinsalasta kórverk bara allra tíma. Þetta og Messias, Händel og Verdi Requiem, þetta eru svona þessi stærstu og frægustu. Og þetta flutt reglulega út allan heim og þá með stórum kór, 4 einsöngurum og sinfóníuhljómsveit. Og við erum núna með næstu 50 manna kór af faglærðum einsöngurum og langkomnum nemendum og hljóðfæraleikurum. Við erum með fólk eins og Karin Sturlaugs sem náttúrulega trompetleikari og við erum með alls konar fólk þarna, glæsilega söngvara. Og svo erum við með sinfóníuhljómsveit sem byggð af 15 spilurum úr Sinfóníuhljómsveit Íslands og 10 kennurum og nemendum héðan sem fylla upp í. Og einsöngvarnir koma úr kórnum sem mjög óvanlegt. Venjulega eru 4 einsöngvarar en við erum með 14 sem skipta sólónum á milli sín. Þannig að það ekki hverjum degi svona verk að setja upp? Nei, þetta eitthvað sem ég held að fólk ætti ekki að missa af. Þetta alveg einstakt verk og þetta kostar svo mikið að gera þetta að þetta verður ekkert gert á hverju ári eða neitt svoleiðis. Þetta eitthvað, okkur dreymir að gera líka Verdi Requiem og Messias en það verður eflaust á 2 ára fresti því að þetta eru nokkrar milljónir sem það kostar að gera svona verkefni. En þetta náttúrulega upplifilsi sem að fólk sækir annars venjulega bara í Hörpuna og nú þetta hérna heima þannig ég bara vona sem flesti mæti. Það eru allar aðstæður hérna, húsnæði og allt og gott fólk til að gera þetta? Já. Við höfum allt sem við þurfum hér. Við fáum lána fólk úr Reykjavík. Þetta allt fólk sem tengist annarkvort tónlistarskólanum eða Norðurób, félaginu okkar, eða hefur verið í uppfærslum hjá okkur áður eins og Egill Árni Pálsson, tenorsöngvari sem æðislegur óperusöngvari, Guja Sandholt sem að koma núna heim frá því að syngja í Amsterdam og hann Tómas Hardi úr óperukórnum og Bragi Jóns sem nú úr Sandgerði en þannig að við erum með alveg topp fólk. Þetta verður, og svo má ekki gleyma Una Sveinbjarnardóttir sem algjör fiðlusnillingur, hún konsertmeistari eða fyrsta fiðla. Þannig að þetta verður, og ég stjórna þessu. Þetta fyrsta verk sem ég stjórna með svona stóri hljómsveit. Ég ætla að stjórna síðan bara 99 en þetta frumraunin mín með svona stórt verk. Og þetta að setja upp margar sýningar eða þetta bara eitthvað örfá skipti sem þið getur verið? Já, við ætlum að vera með 2 tónleika. Föstudag klukkan 8. apríl og daginn eftir klukkan 2. Og það að því að bæjarstjórinn vill komast á lifun í Hörpunni á eftir hjá Magga bróður og hann sagði ég skal vera með í kórnum ef þetta verður klukkan 2. Allt gert fyrir hann? Allt gert fyrir bæjarstjórinn, það ekki? Já. Þannig að þú lofa góðri skemmtun? Ég lofa æðislegri og yndislegri skemmtun. Þetta svona næstu því yfirþyrmandi fallegt á köflum og kraftmikið og þannig að þetta svíkur engan.